Þá tekur til máls 10. þingmaður Suðurkjördæmis, hv. þingmaður Margrét Tryggvadóttir. Forseti, ég vil byrja ræðu mína á að mæla hér fyrir breytingartillögu. Þar sem ég ekki sammála einu orði í tillögu stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar að nýrri stjórnarskrá, og það orðið eðlilegt. Þar vil ég að komi fullt gjald eins og stjórnlagalag ráðvar með. Þetta að sjálfsögðu auðlindaákvæðinu. Ég vil að eðlilegt gjald breytist í fullt gjald. Ég vona svo sannarlega að greitt verði atkvæði þessa tillögu. Forseti, vanvirðing þingmanna og þingsins við þjóð sína virðist hafa náð nýjum hæðum. Sú óvirðing sem Alþingi sýnir landsmönnum, þegnum þessa lands, með því sem virðist ætla að klúðra þessu máli vísvitandi. Það yfirgengilegt. Ný stjórnarskrá var kosningaloforð. Ég bauð mig fram til þings fyrir borgarahreyfinguna og þetta var eitt af okkar aðalmálum og þetta enn eitt af mínum aðalmálum. Framsóknarflokkurinn, hann auglýsti grimmt fyrir síðustu kosningar, lofaði stjórnlagaþingi fólksins, lofaði auknum völdum til fólksins. Af hverju stendur flokkurinn ekki við loforð sín? Stjórnarskrá var líka baráttumál stjórnarflokkanna. En ný stjórnarskrá var hins vegar ekki baráttumál Sjálfstæðisflokksins og hann barðist hart gegn þeirri hugmynd að breyta 79. greininni á síðasta þingi til að auðvelda stjórnarskrárbreytingar á því kjörtímabili sem nú brátt að enda. Sjálfstæðisflokkurinn því ekki að svíkja sína kjósendur. Þvert á móti, Sjálfstæðisflokkurinn að efna kosningaloforð sitt og allir aðrir virðast vera aðstoðan við það. Því það allir hinir sem að svíkja sína kjósendur. Framsóknarflokkurinn í heild sinni að svíkja sína kjósendur og það sorglega að mér virðist mikill meirihluta þingmanna stjórnarflokkanna, þingmanna utan flokka og ég veit svo sannarlega þingmanna hreyfingarinnar, þeir vilja klára málið núna, ekki seinna, enda ekkert að vanbúnaði. Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd hefur velt við hverjum steini og flestir stjórnarþingmenn hafa farið ítarlega yfir bæði nefndarálitin og frumvarpið og allar breytingartillögur og þeir sjá það sem liggur í augum uppi að málið tilbúið. Það eina rökrétta í stöðunni að klára málið. En hvar þá fyrirstaðan? Af hverju vísvitandi verið að sigla málinu hratt og örugglega í strand? Af hverju vilja menn ekki klára málið núna? Af hverju vilja menn ekki lúta þjóðarvilja? Hvernig dirfast þingmenn? Hvernig dirfast þeir að búa til þessa atburðarás sem nú að opinberast? Það kannski vegna þess að með nýrri stjórnarskrá verið að færa völd til almennings frá stjórnmálamönnum og hagsmunaaðilum? Það kannski vegna þess að með nýrri stjórnarskrá við að færa þjóðinni arð af auðlindum sínum í stað þess að láta örfáa einstaklinga hirðan? Það út af því? Eða það aukin mannréttindi almennra borgara sem menn vilja ekki að þegnar þessa lands njóti? Eða það auknar kröfur upplýsingagjöf vegna fjármála frambjóðenda og stjórnmálaflokka? Eða hæfi þingmanna til að taka þátt í málum sem snerta þá sjálfa eða fólk þeim nákomið með beinum hætti? Eða það kannski 95. greinin upplýsinga- og sannleiksskyldu ráðherra þar sem kveðið á að honum beri alltaf að gefa réttar upplýsingar? Hentar það kannski ekki eða það óraunhæf krafa? Ég spyr. Forseti, heildarendurskoðun á stjórnarskrá hefur staðið til síðan 1944. Þingið hefur ekki ráðið við þetta verkefni. En þegar að botninum var náð hér eftir allsherjarhrunið
haustið 2008, þá áttaði þingið sig á því að það þyrfti að gera eitthvað til að breyta. Og það fól þjóðinni verkefnið og ferlið hefur vakið aðdáun umheimsins og öllum landsmönnum hefur verið boðið margsinnis að borðinu á ýmsan hátt með þátttöku. Forseti, Sjálfstæðisflokkurinn er ekki að svíkja einni neinn. Svikin eru annars staðar. Flestir þingmenn standa með málinu, en sem fyrr þá þora menn ekki að standa fyrir máli sínu. Ég ætla ekki að svíkja þessa þjóð. Ég ætla ekki að reyna að gera allt sem ég get til þess að koma þessu máli í gegn. En forseti, ég lýsi hér eftir hugrekki og heiðarleika á Alþingi og menn standi við það sem þeir lofa.